Þetta búið að vera áhugavert verkefni hjá ykkur í vetur að rannsaka gjósku úr Geldingadal. Það eru forréttindi að geta skoðað nærumhverfi sitt og sérstaklega þegar það er eitthvað spennandi að gerast, eins og eldgos. Við vissum náttúrulega ekki að það myndi gjósa, en þegar þessir jarðskjálftar byrjuðu, þá svona vonaði ég eiginlega að það myndi gjósa bara fyrir nemendur. Þó að það sé kannski ekki svo spennandi að það gýs í langan tíma, en það fór að gjósa. Og þið bara drifið í að setja rannsókn í gang í rauninni? Já, ég var búin að undirbúa þannig og gefa þeim verkefni að ef það myndi gjósa, þá var bara strax að setja upp disk. Og ég sendi post 19. mars, var það ekki þá sem það byrjaði, bara setjið disk út í garð núna. Og þau gerðu það og héldu áfram í tæpa mánuð að safna gjósku og stóðu sig vel, og það er svo gaman að skoða það sem maður hefur safnað sjálfur. Setur þetta allt í meira samhengi. Já, hvað geturðu sagt okkur svona ykkar niðurstöðu í þessu? Við fórum náttúrulega, rannsóknarspurningin er kannski svo, kemur gjóska, svona fíngerð gjóska úr flæðigosi eins og gosið í Geldingadal. Það var eiginlega það fyrsta sem við vildum vita, af því ég veit ekki til að það séu til rannsóknir á því. Við þekkjum úr sprengigosum að það komi fíngerð gjóska úr þess slags gosum. Og niðurstaðan er eiginlega svo að það er fíngerð gjóska úr Geldingadal. Og við höfum staðfestingu, það er búið að efnagreina þessa gjósku og hún hefur sömu efnasamsetningu og hraunið sem hefur verið efnagreint úr Geldingadal. Þannig að það er svona fyrsta niðurstaða. Það væri í rauninni gjóska sem að við íbúarnir í nágrenninu áttum okkur ekki almennilega á. Nei, af því þetta er svo ósýnilegt. Og smátt. Og oft kölluð leyni gjóska. Og maður skilur það hugtak mjög vel eftir þetta verkefni. Hvernig var að fá eldgos og vera í jarðfræðitíma í Fjölbraut? Mjög skemmtilegt, mjög áhugavert að skoða þetta og fylgjast með þessu á sama tíma og maður er að læra þetta bara. Hvað gerðu þið svo? Leið og byrjaði við að gjósa, þá fóru diskar út í garð hjá öllum. Svo annar hver dag þá skóluðum við af diskunum ofan í ziplock-poka bara og merktum svo með dagsetningu og svona, og svo gerðum við þetta bara í 3 vikur rúmar. Svo fóru þessir pokar í efnagreiningu hjá Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands og það kom í ljós að gjóska var í flestöllum pokunum, en það er ekki búið að greina það alla. Kom eitthvað þér á óvart í þessu? Já, bara hvaða var rauninni mikið sem kom inn í byggð. Það var ekkert mikið fyrstu dagana, en svo þegar leið á þetta þá var alveg helling í pokunum. Sáuð þetta á diskonum þegar þið voruð að taka þá? Já, alveg sumstaðar. Það var alveg sandur og svona á diskonum, en mér datt ekkert í huga að þetta væri gjóska. Kemur þetta þér á óvart svona þegar þú sást þetta síðan í smásjáni? Já, ég bara vissi ekki að það væri svona mikið. Þetta var alveg ótrúlega gaman að sjá þetta. Þetta var ekki bara gjóska, þetta var alveg plast og þræðir og alls konar. Þannig áhugavert að vera að vinna svona verkefni með eldgosin bara í næsta nágrenni? Mjög, já, mjög skemmtilegt. Hefur þetta svona aukið áhuga þinn á greininni? Heldur betur. Kannski er þetta eitthvað sem ég fer í framtíðinni. Getur það verið eldfjallafræðingur? Mögulega. En þessi efni, þetta getur nú verið hættuleg efni, er ekki gott að fá þetta ofan í sig? Nei, það er ekki gott, en sem betur fyrir þetta ekki í svo miklu magni ennþá. Til að byrja með þá erum við búin að sanna að sé gjóska í loftinu, þó að það hefur ekkert mælst annars staðar. Og þegar við kíktum í smásjána þá sáðum við að þetta eru rauðbrún glerbrot, svipuð þessi hrafntinna á áferð, eins og þú sérð, svona hvernig þetta hefur brotnað og myndast. Og já, við höfum eiginlega bara séð þetta í loftinu. Þetta er nú ekki gott að fá þetta inn í sig, er það? Er þetta hættulegt, vitið þið það? Þetta er svo ótrúlega smátt. Þetta er undir 100 mikrómetrar á stærð, þannig að það ætti ekki að vera hættulegt að anda þessu að sér. Vitið þið hversu mikið af gjósku hefur svona dreifst svæðið? Er þetta að giska á það?
Það væri hægt að giska að við myndum reikna hversu mikið við lent á hverjum disk og svona reikna flatarmálið á því. En við höfum ekki hingað til gert það og við höfum bara séð að sé gjóska í sýnunum. Við höfum þá séð það. Nú settu við diska bara í flestum sveitarfélögum hérna, ekki? Jú, hérna öll í kring hérna. Já, var þetta misjafnt eftir vindátt? Já, það sást að þar sem vindurinn beindi og þar sem hefur komið úrkoma til þess að venda þetta fjúki ekki í burtu af disknum, þar hefur við séð mikla gjósku. Hafið svona rætt þetta við, jarðfræðinga eða svona sérfræðinga í þessum málum? Já, við sendum nokkur sýni inn í Reykjavík og þau fórum með í efnagreiningu og þar sáum við nákvæmlega hvaða efni voru í þessu og í hversu miklu magni. Getur eitthvað sagt okkur frá hvaða efni þetta eru? Er þetta eitthvað sem að meðaljónin þekkir? Já, þetta eru frekar svona basic efni, þetta eru titanium og bara svona alls konar steindir og efni sem eru í loftinu og svo gjóskan. Er ekki bara skemmtilegt að vera að vinna við þetta svona eldgos ennþá á fullu? Já, þetta er, ég skal segja, miklu skemmtilegra heldur en að gera þetta á blaði, sko. Já. Að taka þátt í þessu og vinna með þetta. Ertu búinn að fara sjálfur upp á gosi? Ég er ekki ennþá búinn að fara. Foreldrar eru búin að reyna að toga mig en ég haldi mér heima. Og er stefnan að fara? Já, minnst þú einu sinni. Já. Þannig að svona er þetta verkefni búið að svona vera áhugavert í náminu? Já, þetta verður mjög spennandi að sjá hvernig eldgosið við þróast og hvort það hafi verið eitthvað á diskunum til að byrja með. Við vorum aldrei viss. En þetta hefur verið mjög gaman að vinna með þetta svona. Auðvitað bara kom það óvart að það hafi verið gjóska. Já. Ég bjóst alveg eins við því að það væri ekkert í þessum sýnum. Þess vegna kom þetta skemmtilega á óvart. En maður verður að kanna hlutina áður en að maður getur sagt eitthvað. Þannig að... Og svona viðbrögðin hjá nemendum, þau eru nokkuð skemmtilega þegar ekki, eða hafa verið það? Jú, og mér finnst þau hafa verið áhugasöm og það er gaman, eins og ég sagði áðan, að vinna með það sem þú safnar sjálfur, að þetta sé ekki bara eitthvað tilbúið og þú veist, bæði að kynnast nær umhverfinu og það er mikilvægt að tengjast við í námi, að fara út fyrir skólastofuna og nýta tækifærin sem eru þar. Já, það er það skemmtilega við að verkefnum skuli koma fyrir utan skólastofuna og geta verið að vinna að þeim. Og þetta eru bara vísindi. Þau hafa verið að stunda vísindastarf. Sérðu eitthvað framhald á þessu, kannski í haust ef að gosið heldur áfram? Já, það er aldrei að vita, en auðvitað er hægt að skoða gjóskuna áfram og láta nemendur sitja disk út í garð. Þannig að það eru ýmsir möguleikar að í framhaldinu. En gjóskan hún var það smá eða ekki að þið sjáu henni í rauninni eiginlega ekki nema í smásjá? Nei, hún sést, sko, það er spurning hvort að maður geti svona smá séð stærstu kornin ef maður kíkir í pokana. En þetta er mjög smátt og þá er náttúrulega kannski stóra spurningin líka hvaða áhrif þetta hefur á loftgæði. Hefur þetta áhrif á bara okkur sem öndum þessu lofti að okkur. Það væri skemmtileg rannsóknarspurning. Það er náttúrulega, þið rannsökuðu það ekki beint? Nei, en þetta svona fær maður til þess að hugsa hvað er það sem við erum að anda að okkur og þau fundu plast, þau fundu svona örplastþræði. Þetta er allt í loftinu, þannig að það er kannski líka eitthvað sem manni fannst ótrúlegt. Já. Er maður að anda öllu þessu inn? Já. Er þetta eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af? Íbúar á svæðinu í nágrenni gossins? Sko, ég get ekki sagt neitt, en auðvitað er þetta eitthvað sem maður getur spáð í. Að þetta eru svona glerkorn sem fara inn, maður veit ekki. Ég get ekki ímyndað mér að sé allt og gott ef þetta er í langan tíma og í miklu magni. En það þarf að kanna það. Verkefni næstu haustannar? Já, kannski. Það er náttúrulega allt hægt ef viljinn er fyrir hendi og þetta snýst líka tæki og peninga og allt þetta.